Takk fyrir. Og það sem ég ætla að fjalla í dag er loftslagsyfirlýsing sem þær arkitektastofur sem eru aðilar að grænni byggð settu í loftið fyrir það bil ári síðan. Þetta er yfirlýsing að erlendri fyrirmynd. Þetta er ekki okkar uppfinning, en þetta er í rauninni meira og meira samhljóða upprunalegu bresku yfirlýsingunni sem að einhverja 10 stærstu arkitektastofur Bretlands settu í loftið á sínum tíma. Ég ætla aðeins á eftir að fara að skauta mjög hratt í gerum helstu efnisatriði í yfirlýsingunni, en kannski fyrst ætla ég aðeins bara að tala það af hverju þetta kemur til, af hverju þetta kom til í byrjun og af hverju við fylgjum okkur á bak við þetta. Og þetta verður ekkert rosalegt léttmeti, en það má segja að þetta sé svolítið rammað inn að þessum beinskeyttu orðum David Wallace Wells, þar sem hann lýsir ekki bara því ástandi sem blasir við okkur vegna loftslagsbreytinga, heldur þeirra keðjuverkunar sem það getur valdið. Það er verra, það er mikið verra heldur það heldur. En samt sem áður erum við eiginlega farin að halda þetta sé ansi slæmt. Við erum farin að sjá mjög augljós merki, hitamet falla mjög reglulega. Við erum að vera vitni af veður fyrirbærum, ofsaveðrum sem eru nátengt loftslagsbreytingum, og við beinlínis horfum á jöklan okkar bráðna. Þannig að við ættum að vera farin að skilja hvað málið snýst. Og þó við vitum þetta nú öll, þá er ofta ágætt að aðeins kúpla sig tilbaka og átta sig aðeins á stóra samhenginu. Ástæðan fyrir það líf á jörðinni er ekki bara að við séum á besta stað í sólkerfinu, heldur líka það að hefur þróast samlífi af lofthjúp og vistkerfi sem gerir það að verkum að hér er lífvænlegt. Og þetta tvennt er samofið og háð hvort öðru. Það er að segja að vistkerfið er sjálfsögðu háð því að það sé lofthjúpur og hann sé samsettur eins og hann er. En ef það væri ekki fyrir vistkerfið, það er að gróðurinn okkar til dæmis, að þá væri aðstæðan í lofthjúpum allt önnur heldur en hún er í dag. Og nú er náttúrulega komið langt út fyrir mitt sérsvið, en mér skilst að það sé eitthvað meiri líkingu við Venus sem við verðum að horfa á í loftslagi. En það sem að þrátt fyrir að við vitum þetta öll, og ég held að það viti þetta eiginlega allir, þá hefur mannkynið blásið út kolefni út í andrúmsloftið meira og minna samfellt frá iðnbyltingunni og í síauknum mæli, og á sama tíma erum við að skerða getu vistkerfisins til að taka á vandamálinu. Þannig að þetta er ekkert sérstaklega mikið greindarmerki fyrir okkur mannkynið. Þetta er nú allra stærsta myndin. Við höfum séð þessar tölur nokkru sinnum í dag, það er að segja byggingar og framkvæmdir valdi 40% kolefnislosunar. Þannig að í samhengi þessa aðdraganda sem ég var að fjalla um áðan, þá er okkar ábyrgð gríðarlega mikil. Og það eru til dæmis tölur á floti eins og þessar að sement sé þar af ábyrgt fyrir 8% allar CO2-losunar. Ég sé Ólafur brosir. Fyrir utan önnur umhverfisáhrif sem verða af framleiðslunni að sjálfsögðu. Og þessi samanburður þykir líka voða spennandi þegar maður setur sement í samhengi við lönd, að þá séu einu löndin sem að losa meira af CO2 heldur en sement, Bandaríkin og Kína. En þetta eru mælikvarðar sem segja okkur dálítið mikið hversu mikil áhrif byggingariðnaðurinn hefur. Þar fyrir utan nýtum við það bil 40% allra hráefna sem aflað er í heiminum. Og við vitum það öll að áhrifin af hráefnisöflunum eru gríðarlega mikil, en fyrir okkur í okkar heimshluta þá einhvern veginn eru þau ekkert endilega áþreifanleg. Við erum svolítið heppin með það, við þurfum ekki að sjá þetta mikið. En í mörgum tilfellum er hráefnisöflunin jafnframt að valda rýra getu vistkerfisins til að taka á auknu magni kolefnis. Þannig að aftur ábyrgðin er gríðarlega mikil, að við erum ekki bara að
hafa áhrif á 40% af útblæstri, við höfum áhrif á svo mörgum stigum og getum breytt ansi miklu. Það er ansi mikið tilhneiging held ég hjá okkur öllum samt að svona taka sjálf okkur út fyrir sviga. Ég er bara voða lítill einstaklingur sem bý upp á Íslandi sem er mjög lítið í stóra samhenginu. Þannig að það sem ég geri skiptir sáralitlu máli. Ég held við gerum þetta öll á einhverjum tímapunktum. En þessi samlíking, ég held að það sé eitthvað sem við getum öll samsvara okkur í. Þetta er tilvitnun í Timothy Morton. Það sem hann segir að í hvert skipti sem ég ræsi bílinn minn er það ekki persónulegt markmið mitt að eyða lífríki, en samt á einhvern undarlegan og óhuggulegan hátt blásið upp á mælikvarða jarðarinnar eru milljarðar manneskja að ræsa milljarða bílvéla á nokkra mínútna fresti sem að leiðir til útrýmingar vistkerfa. Og kannski punkturinn við þetta er svolítið sá að við breytum ekki heildinni nema að breyta einstaklingunum og við gerum það ekki nema við gerum það sjálf. Og það er svolítið punkturinn á bakvið þessa yfirlýsingu. Það er að segja að við erum að í rauninni segjast ætla að taka ábyrgð á því sem við getum, við erum að reyna að gera það besta sem við getum og í rauninni þar með þegar maður horfir á svona myndir af eyðingu regnskóga, þá lítur maður ekki á það sem eitthvað sem er einhverjum bónda í Suður-Ameríku eða Suður-Asíu að kenna, heldur er það vegna okkar lífstíls og þeirra valkosta sem við gerum í okkar framkvæmdum. Þá erum við svolítið komin inn í kjarnann í yfirlýsingunni og hérna erum við eiginlega bara komin í beinar tilvitnanir. En einn af lykilþáttunum þar er þetta að til að mæta þörfum samfélags okkar án þess að ganga á vistkerfi jarðar þurfum við að breyta hugmyndafræði þeirra sem starfa í byggingariðnaði. Við þurfum að hanna byggingar, borgir og innviði sem mynda órjúfanlega hluta stærra kerfis, sjálfbærni og stöðugrar endurnýjunar. Og okkur skortir ekkert rannsóknirnar eða tæknina, við svo sem höfum heyrt mikið af því í dag, okkur skortir bara sameiginlegan vilja til verka. Og ég ætla ekki að fara eitthvað nánari út í yfirlýsinguna, ég hvet ykkur öll til að kynna ykkur þetta. Eins og ég sagði áðan þá voru þetta arkitektastofurnar sem settu þetta af stað, við eltum kollega okkar í Bretlandi, en það er vert að benda á að í mörgum af löndunum í kringum okkur hafa önnur fagsvið tekið upp sambærilegar yfirlýsingar í sama anda, verkfræðistofur, jafnvel verktakar, en þetta snýst alltaf þetta er ekki bara einhver einn aðili sem gerir þetta, heldur grúpa þessi saman og sameiginlega setja þetta fram. Mig langar bara að enda þetta á þessari tilvitnun í Stephen Hawking, þar sem hann fjallar loftslagsbreytingar í síðustu bókinni sem kom út eftir hann. Ég held að þetta sé vera hvatningarorð fyrir okkur öll. Við þurfum að nýta tímann og grípa til aðgerða núna. Takk fyrir.